Takk fyrir það, Ragnheiður og Magnús Þór. Það kominn góður gestur til okkar hingað í viðtalssettið. Hér Kolbrún Bergþórsdóttir, rithöfundur, blaðamaður og lengi vel, opinber bókagagnrýnandi ríkisins hér í Kastljósinu. Ekki óhætt að segja það? Já, ég var í Kastljósinu nokkur ár. Já. Gagnrýndir allar þær bækur sem hingað komu? Já, en sakna ekki starfsins. Háyfirdómari bóka? Já, þetta var svona, það dálítið mál að vera í sjónvarpi að gagnrýna bækur. Þetta mjög áhrifaríkur miðill, eins og þú þekkir. Þú varst afar áhrifarík í þessu hlutverki? Já, þetta var skemmtilegt. Já, en þú ert ófáanleg til að gera þetta lengur? Já, ég var montin yfir því að ég alltaf beðin á hverju ári, en ég lít þannig á ef maður er hættur, þá snýr maður ekkert aftur. Nei. Þá fyrir maður bara að gera eitthvað annað. En af hverju, er það vegna þess að þú ætlar sjálf að fara að skrifa? Nei, það var ekki, ég fékk bara einhvern tíma, nóg. Já. Það var bara einhvern veginn, ég hugsaði, þetta er nú gott. Nú nenni ég þess ekki lengur. Varstu búin að koma þér út úr húsi hjá öllum vinnum þínum í rithöfundastétt? Já, fór alltaf nokkra hringi, umferðir. Já, eru þeir ekki nógu viðkvæmir fyrir sjálfir sér rithöfundarnir? Þeir eru ofboðslega viðkvæmir, ótrúlega sjálfhverfir og þetta eru mjög svona erfið og flókið samskipti. Játar þú þetta á þig, Davíð? Jú, það sést best á því að ég man, hún gaf mér bara 2 stjörnur fyrir Já, þarna sérðu þú manst það. Fyrir hvora? Var það fyrir Guðni? Fyrir bókina. Fyrir bókina. Hún sagði nú við mig að þetta væri ágætisbók. Já, 2 stjörnur, það er fín. Já. Þetta manneskja sem að sumir kalla kollu kúpu því að hún gefur Já, þú hefur alltaf fengið hauskúpu hjá mér, eins og sumir. Er ekki 3 stjörnur eitthvað hæsta Michelin stjörnur? Já, akkurat, ég segi það. Þannig að það hlýtur yfir ágætt. Já. Kolbrún, þú ert sjálf að skrifa, hvort sem það tengist nú gagnrýnin eða ekki. Þú ert að skrifa, búin að skrifa hér. Já. Bók sem að ég hef því miður ekki lesið, en Nei, hún er þú fullir að þessi góð. Þú gefur henni 3 stjörnur. Ég er ánægð með þessa bók Já. og mér er svo skemmtileg. Ég held ég get alveg sagt það en ég er voða vond í að agitera fyrir eigin bókum. Já. Kannski að því að þekkt svo marga sjálfhverfa höfunda sem eru bara brjálaðir, verða manískir í nóvember og desember. Já. Og þegar ég er búin að skrifa bók, þetta er önnur bókin sem ég skrifa, þá er bara bókin komin og fólk kaupir hana eða vill kaupa hana. Já. Og mér leiðast voðalega kynningar á Já, bókum. en við skulum samt sem á að kynna hana til leiks. Þetta er ævisaga Elínar Torfadóttur sem er ekki að Guðmundar Jaka. Já. Af hverju skrifar hana? Ég kynntist Guðmundi þegar ég var á Alþýðublaðinu og hann hringdi af því að hann hafði skoðun á öllum þjóðmálum. Já, ég hringdi eftir viðtal við Davíð og Jón Baldvin og svona með komment, Já, já. Og við urðum miklir mátar, svona símavinir. Og ég þekkti hann ekki lengi, þá bara dó hann mjög snögglega. Og ég tók það afskaplega nærri mér og ég manna Össur Skarphéðinsson tók með að sér og huggaði mig að því ég tók þetta bara mjög nærri mér. Já, já. Og eftir það kynntist ég Elínu Ekkjans. Og hún hafði einhvern tíma verið svona skrá hjá sér ýmsa hluti en þurfti aðstoð við að koma þessi bók og ég tók það mér og þetta var mjög skemmtileg vinna með henni. Hún er mikil kjarnorku kona eins og allir vita sem þekkja hana. Já, já, það er gott. Ég hlakka á til að lesa þessa bók. Þetta er svona, það er tísku að kalla alla hluti aldarspegill núna. Þetta er væntanlega aldarspegill. Þetta er hún er ein af fyrstu fóstrunni sem útskrifast á Íslandi og er að lýsa einmitt ýmsu í bæjarlífinu og í uppeldismálum og öðru slíku. Og hennar líf náttúrulega mjög pólitískt líka? Já, mjög pólitísk og hún rak Ólaf Ragnar og svo var Gesson út af heimili sínu eitt sinn sem hún segir frá í einu kafla en svo er það líka ástarsaga. Þau áttu svo fallegt hjónaband. Einmitt. Talandum stjórnmálasögur, þú varst með bók fyrir 2 árum, eða ekki? Jú. Ævisögu Jóns Baldvins, það er að segja tilhugalíf. Já. Svona hans unglingsári í rauninni, ekki fram að pólitíkinni má segja. Já. Og allir byggust við síðan næsta bindi strax jólinn eftir, en það bólar ekkert á því. Nei, ætli þessi bók verið nokkuð tíma skrifuð. Þannig að nú þarf ég að finna mér annan stjórnmálamann og ég hef þá skoðun að það verða skráð sögu Davíðs og það má engin sjálfstæðismaður fara í það, heldur svona hægrikrati og helst kona. Þannig að ég býð mig fram. Og mér er fúlast alveg. En af hverju má ekki sjálfstæðismaður skrifa hana? Vegna það verður allt ólitað. Það verður að vera manneskja sem hefur ákveðna fjarlægð, samt ákveðna sympatíu en getur leið verið gagnrýnin og ég held að það sé mjög nauðsynlegt að það sé kona. En þú fyrir ekki, ég ætla ekki að vera leiðilegur en þú ert hægrikrati, Jón Baldvin jafnvel líka. Já, ég meina... Og gastu alveg skrifa hans sögu? Já, ég gerði það. Já. Ég gerði það. Það var ekki of mikil nálægð? Nei, það held ég ekki. Nei, ok. Nei.
Nei. En segðu okkur hans, akkur heldur að bókin komi ekki út? Hringdu til Helsinki og spurðu Jón að því, ekki spurðu mig. En þú ert tilbúið þess að? Ég er þannig, ég vil bara ganga í verkin og ljúka þeim. Jón virðist þurfa sko margra ára umhugsunartíma. Ertu dugnaða forkurinn? Þú vannst fulla vinnu með að gera þetta? Já, ég bara er sko ég er mjög skipulagt. Ég læt ekki trufla það sem ég ætla að gera. Þú hefur sagt einhvern tíma, Davíð, þegar að þú hefur bara jafnvel ekki sérstakann áhuga á því að það verði skrifið um þig ævisaga ef þú hefur eitthvað um það að segja sem þú hefur kannski ekki. Ég er ekkert spenntur fyrir því að það sé verið að skrifa bók eða bækur. Ekki þannig ég sé neitt feimið við það þess áttar og ekkert hef ég að fela sérstakt umfram aðra menn vonandi. En ég er ekkert voðalega spenntur fyrir því. Ég held að mín verk að svo miklu leyti sem þau skipta máli þá eru þau þarna og ef þau hafa verið til góðs þá finnur fólk fyrir því áfram. Þannig ég hef enga þörf fyrir því að það að skrifa bók. Ég hef gaman að skrifa sjálfur og langar að skrifa meira einhvern tímann á framvegis. En ég er ekkert, þetta hljómar sem kannski eitthvað tilþrif til þess að vera hóvær eða þess áttar, en það er ekki það. Ég hef enga þörf fyrir hóvær heldur en ég hef enga sérstaklega þörf fyrir það að sé skrifað um mig. Ef það væri, ef Kolbrún myndi skrifa um ævisögu eða einhver, væri ekki þessi veikindi núna? Þú ert komin í vinnu og það vonandi bara heldur heilsu og allt gengur vel. Þetta væri einhvað síður, það væri hægt að skipta bindunum þarna við veikindinu það ekki, menn þetta er svolítið... Það er svo dálítið þannig að þegar við þessir heimsfrægu menn á Íslandi, sem eru allmargir, verðum veikir, þá er svona meira úr því gert heldur en þegar þetta innan gæðsalappa venjulega fólk verður veikt og það er það sem er alltaf að gerast að venjulegt fólk er að verða veikt með sama hætti eins og við, erfiðara hætti auðvitað gjarnan líka og í allar áttir. Þannig að ég finnst það með ekki gera of mikið heldur úr því þó að við göngum í gegnum það sama sem svo margur annar gerir. Nema þá kannski til þess, til dæmis varðandi okkur kallana, að við erum svo, ég held við séum svolítið skræfur, sterka kynið. Sko, þó við segjum það ekki, eins og ég lét þarna nóttina, þetta líður allt hjá og ég er búinn að fá mér aspirín og allt þetta, öll þessi vitleysa. Þetta hljóma voðalega svona kallmannlegt og myndarlegt, en þetta er allt saman einhver hluti af því skræfugangi okkar kallana. Við erum svona miklu hræddari konurnar við að fara í einhverja, láta lækna kíkja á okkur og krukja á okkur og svona eitthvað. Þó við séum svo ágætt þegar við erum komin í slaginn, að láta okkur hafa það. Það þýðir til kannski ágætt að einhverju menn sem fólk kannast við segja við félagana, heyrði strákar hérna, verið ekki jafn vitlausir og ég, látið þið nú skoða ykkur þegar þið komið á þennan aldur og látið gera það almennilega og þá kannski er hægt að koma í veg fyrir eitthvað að fara alveg úr böndum. Mér finnst alltaf að við þessir svokölluðu þekktu menn, við getum talað þannig en öðru leyti á hún ekki verið að gera meira úr okkar sjúkdómum heldur en þessa venjulega fólks. Ert þú heilsugóð, Kolbrún? Já, alveg ótrúlega hraust og verð alltaf heilsuhraustari með aldrinum. Já, er það? Já. Og hver er galdurinn? Ferðu svona vel með þig? Nei, ég fer mjög illa með mig, en ég geng mjög mikið, ég geng allt. Já. Og ég held að það bara bjargi mér. Já. Það sé mjög gott. Ég á ekki bíl, mér langar ekkert til að eiga bíl, ég er ekki með bílpróf, ég hef engan áhuga að taka bílpróf. Þú ert ekki með bílpróf, nei? Og ég geng bara næstum í allt sig. Það hefur aldrei haft bílpróf? Ég hef nú tekið upp í einhverju vondu veðri, einu sinni tvisvar. Einu sinni eða tvisvar, já, kjúklingastað og byrju einhvers staðar hitti ég reyndar, þá tókti hún ekki upp í, tók hann upp í stjórnarráð. Það var minni fyrir utan McDonald's og hérna, hann segir, heyrðu, það er að tala við þig og fór með mig upp í stjórnarráð. Taka það á teppi. Já, og ég hugsaði á leiðinni og segi, býttu nú hvað hef ég nú verið að skrifa undanfari? Og ég gleymi alltaf því sem ég skrifa einhverja pistla og gleymi því öllu. Nú, og svo settistu niður og ég átti nú vona að fá svona eitthvað svona Kolbrún mín, það er nú ekki gott að þú sért nú að... En það var ekki heldur staðan, heyrðu, ég var að skrifa sögum daginn, ég held að satt að það vaka alla nóttin til að skrifa hana, já, og nú ætla ég að lesa hana fyrir þig. Og þetta voru 10 mínútur, hann las fyrir mig söguna, svo var hann búinn og sagði, ég veit ekki hvort þetta er góð saga, en ég held það. Já. Og ég, bókmenntgagnrýni, var ekki alveg sko í stakk búin til að dæma hana af því að mér fannst þetta svo dásamleg sko situasjón. Já. En ég hef aldrei gleymt þessu. Einmitt. Það er svo að maður er snertur af því að vera galinn stundum. Já, en það var greinilega sko, hann hefði sko lagt svo mikið í söguna og var ánægður með hana og þurfti svona einhver þetta Ég var enda með henni á heilanum og svo þegar ég er að stelast út í McDonald's og hérna, nú er ég hættur því að... Já, sjálfsögðu. Og sé hana, hún var svo augljós fórnarlamb. Dragarinn og skrifstofu. Bókmenntagagnrýni ríkisins. Já, en þarna er ég alltaf bara að svindla því að hérna, ég er á fullum launum sem fóstráðherra og er að lesa sögu fyrir
fens út í bæ. Já, heyrðu, við þurfum að fara að ljúka þessu. Það er það að segja við ætlum að fá tónlistaradri í lokin en ég ætla að fara að ljúka spjallinu af ykkur. Þú ert stórglæsileg, Kolla, ég má til með að nefna það. Já, ég var einu sinni kosin verst klædda kona á Íslandi og ég var alveg ferlega montin. Já, það ekki? Mér þátti alveg óskaplega skemmtilegt. Þú ert alveg búin að missa þeim titlið núna. Þú ert alveg búin að fyrirgera réttinn við það. Ég var kosin tvisvar verst klæddi maður landsins. Já. Og í annað skipti sem að mannlíf hefði kosið við verst klædda maður landsins, þá fór ég út úr stjórnarráðinu og þá sá ég það Rónar sem var allt út og allt í vitleysu og ég hugsaði með mér, ég meira þess að vera klæddur en það bjargaði alltaf flokknu og mér að Frikki var alltaf kosið best klæddur maður. Það var svo flott og huggulegur. Það var sjálfstæðarflokkurinn var ágætlega klæddur að meðaltali. Já, svona meðaltali var þarna, já. Gaman að fá ykkur í þáttinn bæði tvö og gangi ykkur vel í þér með bókina og þér í þínu störfum og með heilsuna og allt það. Við ætlum að enda á fallegu lagi frá Ragnheiði Gröndal og Magnúsi Þór Sigmundsssyni þar sem að þau sitja þarna við gítarinn og píanóið. Gjörðu svo vel, krakkar, þið sláið botninn í þáttinn. Ég þakka ykkur sem heima sitjið, við sjáumst á laugardaginn kemur. Verið bless. Já, þetta er kannski alltaf að segja að þetta lag heitir Norðurljós og þetta er eftir Magnús Þór og við ljóð Jóhannesar og Kötlum. Ég sat kvöld og horfði hátt á himinn blámans djúp og augun drógust drægt í kaf í dimman næturhjúp. Ég vildi horfa húmið burt og heiðið bak við sjá og ef til vill var augasteinninn, óskasteinninn þá. Ég vildi sýra sortan smátt og sjá í gegnum hann. Því einhver þrá til æðra lífs í æðum mínum brann. Ég þráði meira ljós í mína veiku sál. Ég þráði glóð frá Guði sjálfum, glóð sem væri tár. Snöggt á undralampans kveik og sjá hinn björtu blísinn Guðs sér brugði fagran leik. Þau þutu víða veg eins og vóðu blámans hyl og leiftu hraðar litasveiflur, lýstu jarðar til. Þeirra drottins dýr ei döleg tunga kann en helga nálægð himinsins mitt hjarta þegar fann og lúin sál mín lagðist þar við lífsins bjarta ós og svalg á einu augnabliki öll þau norðurljós. Barnið hló í brjósti mér og birtan var mín hlýr og ég heyrði drottins hjarta slá, þá hvarf mér dauð og líf. Ég sá við undralampans ljós á leiftur hraðri ferð
viðtal slíkum